Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð. Við gerum það stundum hér við Rauðaborðið í Reykjavík að hringja út á land, heyra í okkar fólki þar. Ég hef stundur hringt til Akureyrar í gegnum Zoom og það er viðmælandi á línunni núna sem heitir Skafti Hallgrímsson. Hann er ritstjóri fjölmiðil sem á afmæli og hefur blómstrað ansi mikið seinni misserinn. Komdu sæll Skafti Hallgrímsson, hvernig hefur þú það í dag? Lesaður, ég hef það bara fínt. Ég vil bara játa það. Já, þú nefndir afmæli, ég hafði varla tíma til þess að gera neitt í gær eða rifjað upp. Það voru 4 ár í gær síðan ég byrjaði. Síðan ég endurvakti þennan miðil og já, hann hefur gengið alveg ótrúlega vel. Og miðillinn heitir Akureyri.net. Já, akureyri.net, já. Lénið var til og þannig að ég var hvattur til þess að nota það þarna eftir ég var á milli starfa, það heiti það ekki. Og ég let bara vaða og eignaðist það svo. Og já, er allsæll. Já. Allsæll. Það er kannski ekki allir sem vita það að þú ert sem sagt fæddur á Akureyri, gengur í menntaskóla fyrir norðan, flytur svo suður og ert mjög lengi á Mogganum, starfar hér í Reykjavík og þú fer mjög oft út til landsteinina sem yfirmaður íþróttamála þar ef mann rétt og ert ekki fréttastjóri líka, síðan síðan hættirðu á Mogganum og þú flytur aftur norður. Bara það að hafa verið í eldlínu landsfjölmiðils eða vera fyrir norðan að reka svona lítinn héraðsmiðil sem þeir hefur endar tekist að gera ansi stóran eins og við munum fara yfir á eftir. En hver er svona helsti munurinn á því að reka lítinn miðil eins og þú ert að gera núna og ritstýra eða vera á Mogganum? Og spurning. Aðal sennilega helsti munur fyrir mig er að styttra í vinnuna. Ég vinn heima. Þetta er nú sama, ég segi alltaf, þetta er sama jobbið. Og ég fælist kannski ekki eins mikið. Ég fór alltaf til útlanda bæði, ég var íþróttafréttastjóri og svo eftir ég hætti íþróttum þá fór ég líka víða bara fyrir blaðið. En það er þetta og svo það náttúrulega nú á ég þennan fjölmiðil sjálfur og ræð öllu. Já, er það ekki gott? Ég þarf ekki að rökraði neitt um að sjálfa mig og sannfara sjálfa mig það sem ég er að gera eða vil gera. Það lítur að vera. Það er gaman. Það er gaman að vera. Eftir ég misti starfið á Mogganum og skráði mig á Facebook strax daginn eftir starfstitil var eigin herra. Og þegar ég stofnaði þetta félag miðilinn þá kom það mér á óvart að það var laust í hvað heitir það, fyrirtækjaskrá eða eitthvað. Þannig að útgáfufélagið mitt heitir Eigin herra EHF. Það er mjög gott að vera eigin herra, ég komst að því. Já, og þú fékkst styrk, var það ekki, frá Lilju? Sá ég ekki þetta félag? Jú, ég fékk styrk núna daginn. Já. Áður hafði ég fengið mest heldur 3 milljónir, nú fékk ég 6,5. Já. Það er ekki svona eftir umsniðum. Já, þetta hefur stækkað. Ég ákvað það að þegar ég ekki með flugvöldasýningu og gefast upp eftir 1-2 mánuði heldur sígandi lukka væri best ef stækkað og styrst hægt og rólega byrjað 1. Nú erum við orðin, við erum 4 sem vinnum ekki öll í fullu starfi. Ég er í svona þreföldu hlutverki, þreföldu starfi sennilega en svo er ég með, við getum sagt 1 í 100% og 2 í ég veit það ekki, 50, 60, 70, 80 stundum, það er yfirleitt. Já, það er nefnilega nokkuð magnað vegna þess að fjölmiðlar hafa svona frekar... Og eitt bjössi, ég hef aldrei skuldað 1 krónu. Þessi fjölmiðl hefur aldrei skuldað 1 krónu. Það tókst að hluta til með því að ritstjórinn fitnaði ekki fyrstu 2 árin. Og vann 365 ári. Já, það má nú eiginlega ekki fara mjög langt. Ég hef unnið 365 daga öll þessi 4 ár.
svona með einhverjum göldrum. En það vill þannig til að ég og við margir í þessu bransa eins og þú þekkir, höfum alveg ofboðslega gaman af þessu starfi. Þegar maður getur lifað þokkalega við, þá lætur maður sig hafa það. Já. Þetta verður einhver lífstíl frekar en jobb, en hérna... Já, þetta er lífstíl. Já. En sko, þetta er nokkuð merkilegt, Skafti, því á þeim tíma sem að þinn miðill hefur blómstrað og þú ert að segja okkur frá 4 stöðugildum sem er mjög áhugavert, finnst mér. Þá hafa náttúrulega fjölmiðlar tapað tölunni og risavaxnir fjölmiðlar fallið eins og Fréttablaðið og það hefur sennilega fækkað 100 blaðamanna á síðustu árum, þannig að nú þarf þú að reyna að segja mér og hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar, hver er galdurinn? Þú segir að það hefur skipt miklu að þú varst ekki skuldugur í upphafi og svoleiðis, en hérna hvað svona, ég veit að þið hefur verið að fá kannski alltaf 50.000 manns til þess að lesa eina frétt sem er alveg ótrúlega fjöldi og hvað svona, jú, þú ert búin að segja okkur að þú sért þarna 365 daga á ári, alltaf á tánum og maður ber mikla virðingu fyrir því, en sennilega kemur eitthvað fleira til. Viltu ljóstra upp einhverjum svona leyndarmálum þannig að aðri getur lært að þér? Nei, jú. Það er ekki leyndarmál, það er bara eins og ég reyndi strax á upphafi bara það þarf að vanda sig, vera með vel skrifaðan vef, vel uppsettan og já, einhvern veginn náði bara fólk svona, hvað maður að segja, tók vefnum vel strax. Mér fannst vanta svona vef hér fyrir þetta samfélag og það vill þannig til að ég þekki ansi marga aðeins með mjög mikil tengsl og góð samböld út allt, þannig að ég við oft með og oft fyrst sem að kannski það skiptir ekki alveg öllu máli, en finnum öllu sem að hér að vera alveg sama hvort það er stórt eða lítið. Þannig að hér á að þessum vef sjá menn og vita, ef þeir lesa hann þá vita þeir nánast allt það sem að vera hér. Þetta er svona upplýsingamiðill, fréttaveita, mannlífsmiðill, fjölbreytt efni sem að finna í allir eitthvað hérna sem að tengja við. Og já, bara náðum góðum tengslu við fólk hér á svæðinu strax. Það hefur haldið sig og bara aukist og dafnað í rauninni, og þetta er líka, vefurinn er rosalega mikið lesin af öðrum en íbúum hér á svæðinu. Burtfluttir og raunar bara margir aðrir, ekki endilega sem tengjast Akureyri beint, en það er svona fólk virðist hafa áhuga á þessum fallega og góða bæ. Og að menn hafi kannski aldrei búið hér. Hugsaðir það, Skafti, að þegar við erum ungi menn þá er gefið út dagblað á Akureyri Dagur og það kemur út 5 sinnum í viku. Já, það er ótrúlegt. Ég er náttúrulega við hér, sko, það var Dagur, það var Íslendingur, Norðurland, það voru fleiri blöð sem vikublöð kom út vikulega. Svo var dagblað. En já, svo fór það þannig að þessi blöð dóu drottni sínum. Því miður, segi ég, en svona nútíminn, ég er kannski svona eitthvað var nútímans við blað eins og degi, það lásu allir innan gæsalappa, þú veist, allir lásu dag, og þetta var nauðsynlegur hluti af deginu, af lífinu, að lesa dag. Og að segja mér þessi margir hér að það að lesa Akureyri.net sé fastur liður í hverjum degi. Það var mjög ánægulegt að þegar eldra fólk fór að segja mér að hæfi daginn á því að þegar það fengið sér fyrsta kaffibolla, setjast niður og kíkja á Akureyri.net áður en að læsa mokka. Annars myndi alltaf svona fallegt og gott skref. Það sýndi mér, þetta ég náði að festa miðlinn mjög fljótt vel í sestu, og þetta
þetta er miðill okkar allra hér, það bara þannig. Já. Sjálfum finnst mér ansi mikil munur á að vinna á héraðsmiðli fyrir norðan eins og ég hef gert og hef verið ritstjóri þar héraðsmiðils. Mér finnst talsveit mikil munur á því að starfa á staðbundnum miðli út á landi eða starfa fyrir landsfjölmiðil hér á höfuðborgarsvæðinu þótt ég skilji alveg hvað átt að segja að í grunninn sé svona bara ákveðin vinnubrögð og heiðarleiki og náttúrulega dugnaður sem þarf og áhugi á samfélaginu sem þarf að liggja á bakvið fjölmiðlastarf hvað sem það er unnið. En það er kannski svona stærsti munurinn sá að ef þú skrifar agressíva frétt í héraði þá hinn svokallaði nálægðar vandi hann þú getur lent sjálfur sem blaðamaður í svona það getur gengið yfir því meira pus í fámenninu þegar þú ætlar að skrifa harða aðhaldsfrétt heldur en sko í stærri samfélögum. Hefur þú kannski á Akureyri nett bara ákveðið að undanskilja hið svokallaða varðhundshlutverk í fjölmiðlunum því stundum talað að það megi skipta svona blaðamennsku eða fréttamennsku upp í tvennt, annars vegar varðhundshlutverkið og hins vegar samfélagsmiðshlutverkið, það sem samfélagsmiðshlutverkið svona fær íbúna til þess að hugsa það hvað eiga sameiginlegt og bindur saman samfélög á meðan hitt varðhundshlutverkið veitir aðhald, eftirlit, gagnrýnir og upprætir spillingu og svo framvegis. Hefur þú kannski að mestu liti bara haldið þig við samfélagsmiðshlutverkið? Það kannski galdurinn líka? Já, ég hef nú gert það og ég hef sjálf sér aldrei verið öll þessi ár mín í blaðamennsku, þá var ég sjálf sér aldrei neitt í þessu varðhundshlutverki. Nei. Það er best að segja, ég var ekki mikið á fréttadeildinni sjálfur eða í þannig skrifum. Ég var lengi í íþróttum, síðan var ég mikið Sunnudagsblaði í viðtölum og festþáttar skrifum meira heldur en einhverjum svona hörðum fréttaskrifum. Já. Og ég ekki í því hér að leita upp eitthvað neikvætt. Ég sjálfur sér jafnla ýmislegt sem kannski neikvætt að sumra mati, en það þarf að segja þannig fréttir auðvitað. En ég fókusera nú meira á kannski það sem er jákvætt og skemmtilegt. Og ég loka ekki augunum fyrir hinnu. Ég legg meiri áherslu á það jákvæða. Já. Og svona frekar en að vera varðhundur. Já, en svo kallar það. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Já. Það er slagorðið sem ég dreymdi rétt áður en ég byrjaði. Það er oftast stólarmegin. Já. Það svona eins og þú veist sem gamall íbúi hér, þá á það mjög vel við bæinn. Eða þannig, það er náttúrulega alltaf gott veður hérna nema þegar það er alveg sama hvernig veðrið það viðrar alltaf vel á Akureyri og hérna þannig að já, það er nú svona kannski ég hef það nú yfirleitt í hug. Já, ég er ánægður með sko að það liggur í orðum þínum að einn galdurinn á bakvið það hvað það gengur vel hjá okkur Skafti er að þið eru reynt fólk, þið eru vant blaðafólk, þú ert með marga áratugi á bakvið þig eins og fleiri á þessari stöð og ég held við verðum aðeins að fara að horfa meira til reynslunar, maður veit að kollegar okkar eru allstaðar að sækja vinnu í fjölmiðlum og þeim hent út vegna kennitölunar á sama tíma og víða í nágrannalöndunum þá einmitt sóst eftir bara gömlum kettlingum og gömlum köllum í þetta jobb vegna þess að það skiptir miklu máli að búa yfir minni, reynslu, þekkingu, átta sig á samhengi hlutana, greina inntakið í upplýsingunum, þannig að ég vona það að þið dafnið áfram með allri ykkar reynslu en Skafti, þú nefndir áðan sko að það var alltaf gott veður en nú er það nú þannig mér heyrðist bæjarstjórinn eiginlega bara vera á svona hálfgerðu almannavarnastigi að hvetja íbúa til þess að búa sig mjög vel undir andstyggilegan hvell sem virðist í kortunum. Er það ekki svolítið það sem þið eru að tala núna á götunum í augnablikinu, þið Akureyringar? Jú, þú hittir vel á vondan núna. Staðan er nefnilega einmitt þannig og það er alveg brjálusbá fyrir morgundaginn. Já. Það var hér í gær, fyrri nótt, alveg
snarvitlust veður, það var svo hvasst. Já. Ég var nefnitt það frétt í gær, það voru nokkur 100 ára gömul tré sem að brotnuðu, rifnuðu með rótum eða eyðiluðust í listrigarðinu sem okkur þykir nú mjög vænt og var leiðilegt, skrifa þannig frétt. En á morgun er von á miklum hvelli og það verður stórstreymt, þannig að menn eru hér í starthólunum bara, búast undir það versta, það er alveg rétt á því. Og það er nú ekki nema 2 ár síðan að menn eru með Odderina, Eyrina sérstaklega í huga. Þar gekk sjór á land fyrir 2 árum og var mikið tjón, milljóna tjón í fyrirtækjum sem að flætti inn og þess að það. Þannig að menn eru betur búnir undir morgundaginn núna en þeir voru kannski þá. Og það er, almannavarna, hvað maður segja, allt það bakteri sem til er tilbúið í slæðin og búið undir það versta. Og ég í stóru stífulunum með myndavélina einhvers staðar á ferðinni. Já, sko, mér hefur orðið svolítið meira að hugsa til hnattrænnar hlýnunar og öfga í veðurfari síðustu daga með því að fylgjast með fréttum úr þínum heimabæ og á Norðurlandi heldur en oft áður. Þetta eru ansi miklar sveiflur og öfgar sem núna dynja yfir, ekki satt? Jú, það er einmitt hnattræn hlýnun en mann er náttúrulega ofalega í huga. Hér var í fyrra kvöld eða kvöldi þar áður klukkan 10 að kvöldi var 21 stigs hiti. Hugsaði. Blés svolítið en 21 stigs hiti. Einhver birti mynd sem hann tók þá og fyrir eitthvað afrengt sem hann í júni þá var snjór og kuldi. Já. Þannig að þó að Donald Trump lítur gluggan í Hvíta húsinu og spyr snjók og tralla og spyr hvað er þessi hnattræna hlýnun, þá er þetta ekkert grín og þessir öfgar í veðrinu og þessar miklu breytingar, þetta er auðvitað graf alvarlegt og það er stundum gleðst auðvitað yfir því að hér sé stundum skárra veður eða hlýrra en það er ekkert jákvætt í sjálfu sér í stórsamhenginu eða þú lítur á það. Það er ekkert eðlilegt að hér sé 21 stigs hiti miðjan nóvember. Og snjó í júní. Það er ekkert eðlilegt. Nei, þetta er nefnilega svolítið skuggalegt og hérna auðvitað við fylgjumst náttúrulega með því hvort mögulega við fáum verstu hugsanlegu sviðsmynd út úr þessum loftslagsbreytingum öllum eins og íslenski fjölmiðlar hafa fjallað síðustu mánuði að við getum lent í hérna því að hitastig myndi falla hér 5-7 gráður sem að nánast myndi nú spýta okkur öllum út af þessu landakorti Íslands en hérna við reynum nú að vona að það fari ekki þannig fyrir okkur en miðill eins og Akureyri nett, fjallar hann mikið umhverfismál? Já, við höfum gert það svolítið og við munum ekki draga úr því minnskosti. Það er svona hluti af öllu umhverfismál svona í stóru samhengi við auðvitað ég veit ekki að við höfum áhyggjur af því þetta er efni sem á erindi til fólks auðvitað. Bæði hér í nærumhverfi eins og annar staðar, þannig að það skiptir máli að fjalla það. Já. Og það er ekki mikið verið að tala þetta núna í aðdraganda kosningarnar, ertu ekki sammála mér með það? Jú, ég er sammálaður það. Það er náttúrulega aðdraganda kosninga þá snúast hlutirnir alltaf að lofa. Já, einmitt. Lofa að eyða, að verja peningum í hitt og þetta. En það var hansi góð pistill í morgun sem ég byrti til hér að Svavar Alfreð Jónsson sem hann skrifaði ef það kæmi nú fram stjórnmálamaður sem að segði okkur að við þyrftum aðeins að hægja á, draga úr neyslu og svo framvegis. Já, ef hann kæmi fram þá myndar nú sennilega í fyrsta lagi alls ekki fá brautargengi, myndi ekki komast inn. En þannig stjórnmálamaður þarf að koma þannig.
Það eru mikil verkefni. Það þorir enginn að segja þetta kannski berum orðum og við innan gæsalappa, við erum ekki tilbúin til að slá af kröfum. Slá af kröfum í neyslu og svo framvegis. Eða er það? Nei. Ég held ekki. Því miður. Vegna þess að það er það sem að jörðin þarf á að halda, held ég, að við aðeins róum okkur. Já. Við þurfum ekki að éta hér allt það sem framleitt í heiminum, það sem að annars staðar er kannski svona til bara ákveðnum ástímum. Og það viljum við helst borða hér margt að miskusti allan áskilsning getur flutt heimshorna á milli. Ég er ekki viss að það sé nauðsynlegt allt saman. Við lifum alveg af án alls þessa þeirra vara sem að við veljum okkur ekki geta verið af án. Einmitt. Skapti, það er búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég hef líka notið þess að sjá allar bækurnar sem eru í bakgrunni þínum og það minnir Já, þú meinar, já. og það minnir mig svo litið á það sem Halldór Laxness skrifaði að það merkilegasta sem að kom fyrir hann á hans lífsleið, það var ef honum datt eitthvað nýtt í hug og við þorfum okkar til umhverfismála kalla augljóslega á það að okkur detti eitthvað nýtt í hug og það getur nú kannski verið ágætt að minnast þess nú fyrir kosningarnar og veita þeim kannski þessum frambjóðendum svolítið aðhald á því sviði. En mjög gaman að spjalla við þig, Skafti, og haldi ykkur áfram að ganga vel á akureyri.net. Ég fer sjálfur þarna inn reglulega og nýt þess að fá fréttir úr héraði og það er rétt sem þú segir að margir brotthlutir fylgjast með þessu. Ertu sjálfur, bara svona rétt í lokin, ertu sjálfur með einhverja sérstaka dagskrá sem tengist kosningunum framöndan? Ég er svona, hvað er þetta að segja? Nei, ekki ennþá minn skoðið. Ég er svona, náttúrulega byrst fréttur framboðslista og svona eitt og annað, kannski byrst töluvert að greinum. Já. Svona þegar nær dregur, þá kannski förum við svona aukum fréttaflutningin aðeins. Já. Af því sem er að vera. Kannski loforð. Já. Og við eigum ekki að bíða eftir þeim frakka frambjóðanda sem að talar í anda Kristins Séra Svavars frá í morgun. Ég býð spennt eftir honum. Einmitt. Mjög gott, góð lokaorð. Kæra þakkir, Skafti, og bestu kveðjur norður og við vonum að þessi hvellur á morgun verði ekki alveg jafn djöfurlegur eins og honum hefur spáð. Já, ég vona það líka og gaman að tala við því bjössi minn og til hamingju með þessa fínu stöð ykkar. Takk að þið fyrir kærlega. Og þá er dagskráin tæmt hjá okkur við Rauðaborðið í kvöld. Á morgun förum við næst í loftið í beinu útsendingu klukkan 16, klukkan 4, þar sem ég mun sjá vikuskammtinn svokallaðan. Þar verða krufnar fréttir vikunar og tíðarandi, spennan magnast fyrir kosningarnar. En við þökkum ykkur áhorfendum kærlega samfylgdina í kvöld og jafnt áhorfendum sem á heyrendum. Við erum víða, við erum útvarpsstöð, tíðnin er 89,1. Það er hægt að fylgjast með okkur á Facebook, hlaðvarpi hér og þar. Við erum með okkar eigin vefsíðu, samstöðin.is. Þar er hnappur, merktur áskrift. Ef þið hafið ekki gerst áskrifendur þá getur það munað miklu fyrir okkur framgangsstöðvarinnar og gæði þess efnis sem við bjóðum upp á. Ef þið getið ekki þátt í því að styrkja okkur með hóflegu mánaðalegu framlagi, 2500 krónur, getið græja það með þessum hnappi á samstöðin.is. En kæra þakkir fyrir okkur í kvöld. Sjáumst aftur síðar, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.